ætlum að byrja þennan fund eða þennan upplýsingafund sem að við titilinn misrétti eftir náttúrulögmál, lífsgæði jaðarsettra hópa og þjónustu og þátttöku. Það hluti af svona upplýsingasöfnun Pírata fyrir komandi borgarstjórnarkosningar. Við erum í stefnumótunarvinnu og erum svona að sækja dómgreind og upplýsingar til þeirra aðilar sem að eigin sérfræðingi í þessum málaflokki. Og við erum með í kappborðinu með Óskar Dýrmundur Ólafsson út á enda sem hverfisstjóri Reykjavíkurborgar í Breiðholti. Og svo erum við með Vala Jónsdóttir, félagsfræðingur og kynjafræðingur sem að rannsaka stöðu kvenna með tvígreiningar, þar að segja með alvarlega geðsjúkdóma og fíkniefna. Svo hún Freyja Haraldsdóttir, talsmaður Tabu, sem í samtökum femínískar hreyfingar sem að við má ég erfitt með að lesa þessa skrift sem beinir sjónum og margþættri mismunun gagnvart fötluðu fólki. Og Bergþór kominn í staðinn fyrir fyrrverða sem hætti Hildur Oddsdóttir komst ekki. Og Bergþór svona alltaf að vera fulltrúi samtaka fólks í fátækt fyrir hennar hönd. Og við ætlum að hafa þetta þannig að það verður framsaga og ég ætlum að biðja hvern og einum að kannski halda sér í svona 10 mínúturnar. Svo ætla ég að fá að taka forskot á sælinn og spila náttúrulega spurningar og svo ætla ég að opna fyrir spurningar í sal. Og ég ætla að bjóða honum Óskari að koma upp eða hann með glæri sem hann þarf sína og bara bjóða Óskari velkominn. Komið sæl, ég heiti Óskar Dýrmundur og starfa hérna sem hverfisstjóri í Breiðholti, jafnframt framkvæmdastjóri þjónustumiðstöðvarinnar þar og eiginlega kominn hér fyrir hann biðstjóra velferðarsviðs líka, Regína Ásvarsdóttir, hún baði þeirri kveðju, en við sjálfsögum bara fögnum því tækifæri að fá að tala við stjórnmálaflokka og hreyfingar og veita upplýsingar þjónustu sem verið að veita. Og þeir auðvitað sem stjórnmálaafl taki þátt í að móta stefnum. Þannig ég ætla aðeins að kannski ræða kannski tvennt í þessu. Það annars vegar svona almennt velferðarsvið hjá Reykjavíkurborg og hins vegar hverfið. Og velferðarsvið Reykjavíkurborgar annað stærsta svið borgarinnar eftir skóla- og frístundasviði. Og það hefur auðvitað þróast núna síðastliðinn áratuginn. Þjónustan hefur aukist verulega á sviðinu, sem að það verið breytingar á því hvað þjónustan staðsett á milli stjórnsýslustiga. Þannig að við erum að sinna til dæmis þjónustu við fatlað fólk í dag sem við gerðum ekki eins mikið áður, það var ríkið með ábyrgð á því. Þannig að sviðið hefur töluvert undir og mikla ábyrgð á þjónustu við fólk hér í borginni og með skrifstofu sína hér á Höfðatorgi og önnur svið. Það starfa 2500 starfsmenn á þessu sviði við að veita margvíslega þjónustu og við vorum til dæmis með svona starfsdag í gær út í Hörpu þar sem fólk var að deila þekkingu með hvort öðru og það mjög fjölbreytt verkefni sem fara þar fram. Ég kom með glærur, ég ætla ekki að fara yfir þær og það tæki töluvert tíma. Það má svo bara dreifa þeim eða deila þeim ef þið viljið fá það að senda, þannig ég legg það bara í hönd fundarstjórnanda eða þingstjórnanda. En velferðarsvið fylgir eftir þeirri stefnu sem velferðarráð setur. Þannig að það kjörið í borgarstjórn og borgarstjórn skipar í velferðarráð og svo það velferðarsvið með þessum 2500 starfsmönnum sem farið það að veita þjónustu út frá þeirri stefnu, þeim lögum og reglum sem gilda. Velferðarsvið líka ábyrgð fyrir margvíslegum samningum, þannig að það verið að vinna með til dæmis notendastýrða persónulega aðstoð og ber ábyrgð að gera slíka samninga. Það hefur verið gert í tilraunaskyni síðastliðin ár. Það eru samningar við félög sem reka þjónustu, það eru gerðir samningar við þá, unnið með Rauða krossinum og fleiri félagasamtökum, þannig að velferðarsvið líka ábyrgð fyrir því. Og þjónusta sem veitt á sviðinu, hún eiginlega spannar allan aldur
og allt litrófið. Við erum að veita börnum þjónustu og við erum að veita öldruðum þjónustu. Við rekum hjúkrunarheimili. Við erum með úrræði sem henta börnum og það fjölskyldu þeirra, heimilislík. Við rekum húsnæðisúrræði þar sem við bjóðum upp á þjónustu fyrir fatlað fólk og það eru þá heimili. Ég áður var að kalla sambýli, þannig að það er stað breyting líka þeirri hugmyndafræði sem við erum að vinna eftir. Það er sú stefna sem við erum að endurskoða. Við erum með 64 staðsetningar sem eru með sólarhringsþjónustu. Það er fjöldinn allur af starfsmönnum og velferðarsviði er sem sagt alltaf á vakt. Það er að segja, við erum að keyra staðsetninguna á vöktum og þannig að þetta er ekki bara hefðbundin þjónusta sem er rekin á dagtíma. Þeir sem kannski muna þá tíð að það var þetta gamla félóg. Það var svolítið það var skrifstofutími, maður kom til að fá ákveðna þjónustu, svo kannski ekki mikið þjónustu utan þess. Þannig að þetta er orðið stofnun sem rekur þjónustu alla sólarhringinn fyrir borginni. Það eru tæplega 90.000 manns miðað eftir þetta gamla tölur frá 2016, þannig að það eru kannski orðið fleiri þjónustunotendur. 18.951 stendur hér. Og þannig að við erum að koma bæðin á fjölmörg heimili hér í Reykjavíkurborg. Við erum að rekta heimaþjónustu og heimahjúkrun líka. Við erum að veita fólki margvíslegan stuðning sem birtist meðal sem persónuleg ráðgjöf, eða viðveislu eitthvað slíkt. Þannig að þetta er sem þessi velferðarsvið gengur út og ber ábyrgð á því að þetta sé gert. Aðeins varðandi þá hina hliðina sem ég ætla að líka ræða. Það er auðvitað birtingarmyndin á þjónustunni, hún er auðvitað inn á heimilunum sem ég var að tala en hún er líka inn í skólum og leikskólum. Þannig að við erum með þjónustumiðstöðvar sem skipta borginu á milli sín í 5 þjónustuhverfum. Og ef ég tek sem dæmi Breiðholti þar sem ég er starfandi, að við erum með Breiðholti undir sem þjónustuhverfi og meðan sem mitt hlutverk að fá alla þá sem er að vinna að þjónustu til að vinna betur saman. Þjónustumiðstöð Breiðholts veitir sem dæmi þjónustunni í leikskóla og grunnskóla og vinnur líka með frístundaþjónustunni, með sálfræðinga, sérkennsluráðgjafa, kennsluráðgjafa og bara fagfólk sem fer og vinnur með leikskólakennurum og kennurum, skólastjórnendum og veita það foreldrum og börnum þjónustu. Þetta kannast umræðum þessum greiningar, það er ákveðið bið oft eftir greiningu, það kemur reglulega fram í fjölmiðlum og við erum að vinna með aðferðir þess að við erum að reyna að draga úr þörfinni fyrir þjónustu með því að veita snemmtæka þjónustu, bregðast fyrr en seinna við. Það er ykkur áhuga að ræða það betur í hösti, þá var ég svo sannlega til að ræða það. Það var bara hvernig við veitum þjónustu. Og það er hluti af hlutverki þá velferðarsviðs og sérstaklega þjónustumiðstöðvanna að vera sífellt að skoða nýjar leiðir. Og í hverfinu er lögð áhersla til dæmis á eitt hugtak sem er valdefling eða empowerment á ensku. Við gerum ráð fyrir því að í stað þess að gera eitthvað við eitthvað, þá erum við að reyna að stuðla því að við sá einstaklingurinn hafi stjórn í lífi og sé að fá þjónustu á þeim forsendum sem hann telur að henti sér og ná að þroskast í lífinu þannig að hann nái alltaf aukinni stjórn í lífi og það sé ekki verið að setja fólk í einhvers konar stofnanakassa. Og þannig að þjónustumiðstöðin í hverfunum er að veita þá margvíslega þjónustu og ber líka ábyrgð þjónustunni þá inn á heimilin fyrir alla þessa hópa. Þetta hverfamódel hefur ekki náð alveg endanlegri stærð, það er að segja hjúkrunarheimilin fyrir aldraða er ekki rekin af þjónustumiðstöðinni, en svona nokkur með flest alltaf. Það er svona sér úrræði sem er ennþá rekin viðlagt af ákveðnum ástæðum. Annar flötur á þessu með hverfin er bara lýðræðis og félagsmál. Það er búið að vera síðan árið 2005 og partur af þjónustunni að líta á samfélagsvinnu sem hluta af þjónustu.
Það einfaldlega útskýrt þannig að ef við tökum sem dæmi að við erum að styðja fjölskyldu, að þá getum við sagt að þetta laga fólk, getur farið í gegnum einhverja meðferð, en ef umhverfið breytist ekki neitt, þá eins og bara að móka í botlas og fötu. Kannist við þessar kannski umræður til að senda börn í meðferð norður í land og heimili það. Komið aftur inn í sinn jafnmikið hóp, ekkert hefur breyst og þá svona ákveðnar líkur á því að meðferðin það sem það gerðist að það skólist til því að félagslega umhverfið er óhemju öflugt þegar við erum að reyna að stuðla breytingu, jákvæða breytingu í lífi fólks. Þannig að lýðræðisvinnan og félagsauðsvinnan sem er unnin, hún er sem partur af þjónustunni. Framkvæmdastjórar þjónustumiðstöðvanna eru líka framkvæmdastjórar starfsmenn hverfisátt. Þannig að við erum 5 þjónustuhverfi og við erum með 10 hverfisátt. Og ég er þetta mjög heppinn. Ég þarf bara að sinna einu hverfisátti. Það er mjög mikið að gerast í hverfisátti, þannig að það er bara gaman að því. Og það eru sömu framkvæmdastjórar sem þurfa að vera framkvæmdastjórar fyrir 2 eða 3 hverfisátt. Þetta er líka mikilvæg hluti af starfi þjónustumiðstöðva og er nú oft tekist á það hversu mikið þörf er á þessu í embættismannakerfinu. Þeir kannski hafa eitthvað skoðun líka því. Ég get alveg útskýrt það hvernig það hefur oft verið og það hefur verið mjög ánægjulegt að geta litið það sem hluta verkefnum embættismannsins að vinna og stuðla lýðræðisþróun. Ég ætla að þá upplifum því. En ég ætla ekki að tala mikið lengur, þetta átti bara svona stutt kynning, en þið hafum kannski átt að gráð því að þetta er mjög viðamikið þjónusta við fólk hérna í borginni, á öllum aldri, með mjög ólíka þarfir. Og hérna, þannig að það er þetta fjöldinn allur af einstaklingum sem búa í Reykjavík og fjölskyldur sem þurfa aldrei að þjónustuna halda og þekkja þar leið ekki mikið til ykkur. Þetta er gríðarlega mikilvæg þjónusta, velferðarþjónustan, og það er mjög mikilvægt að skoða hvernig hún er reikin og hvert stefnir við í þessum málum. Þetta er ákveðin grunnur í okkar samfélagi í dag. Það gerist úr smápólitísku. En hérna, ég kannski fæ bara að koma aftur inn í umræðuefni. Já, en það er svona hérna niður og það eru fleiri glærur. Ég ákvað að fara ekki í það tæki örugglega hálftíma, klukktíma farið með þessu. Það er mikið af upplýsingum á þessum glærur sem þið getið fengið sent. Ég kannski alveg gjörn á að gleyma líka sjálf mig og ég heiti sérst Halldór Mogensen og er þingkona Pírata og er núna formaður velferðarnefndar Alþingis og já, þá er ég búin að því. Sérst næst ætlar ég Vala Jónsdóttir að koma og kynna aðeins svona sína hlið á þessu máli. Takk. Það er bara svona frá sjálfum mér í dag í rauninni. Ég var svona að vinna á geðsviði í 4 ár á degi sem er viðfangsefni tvíkynningar, sem með aðalgerð og kynninga og er núna að vinna að meistararannsókn í kynjafræði konur sem er eins og þannig ég kannski bara svona stutt og óformlegt erindi út frá minni reynslu af málum. Það eru 349 einstaklingar í Reykjavík sem teljast heimilislausir samkvæmt tölum frá 2017. 31% þeirra eru konur og það er gera 108 og er svo ótrúlega fjöldi þeirra með tvíhættan vanda. Margar þeirra annað festast á geðdeildum svo lengi að það fyrir meiri áhrif á vanda þeirra eða útskrifast á geðdeild í ekkert úrræði, bara í leiguherbergi eða jafnvel bara nei. Erlendis hafa rannsóknir sýnt að áhrif heimilisleysis á fólk eru mjög kynbundin. Heimilis og konur eru mjög útsettar fyrir öllum tegundum ofbeldis sem karlar og þá sérstaklega kynferðislegum. Líkurnar á að það verði fyrir ofbeldi aukast svo enn frekar þegar það eru heimilisleysar og geðveikar og niðurgrimmar. Samkvæmt þessum rannsóknum að utan þá komast þær oft í húsaskjól í handum einstaklingum sem eru oft karlmenn gegn skilyrðum sem ekki sérlega skemmtilega. Stundum er það
að þær eru gerðar út í vændi í staðinn fyrir þetta þakki yfir höfuðið eða þær verða fyrir kynferðislegu ofbeldi af hendi þess sem að hýsir þær. Þetta hefur ekki verið rannsakað formlega á Íslandi, en þetta virðist ekkert skárra hér með vinnareynslu og það sem ég tala við sem hafa unnið þessum hópi. Samkvæmt heimasíðu Reykjavíkurborgar og skýrslum fjölda á hægri Reykjavíkurborgs þá ekkert búsetuúrræði í Reykjavíkurborg né öðru sveitarfélagi á Íslandi eyrnamerkt konum með tyggingar. Það geta hallað höfuð sinni í konukoti og þá mjög góða konur þar sem ekki hægt að gera þessi neitt á. En það ekki langtímalaust, en það konukot neyðarvarpar fyrir heimilislausar konur. Það væri áhugavert að athuga hvernig aðgengi þessara kvenna að þjónustu hjá Reykjavíkurborg og hversu lengi að bíða eftir úrlausn sinna mála. Það frábært að vita öllum félagsráðgjöfum sem hafa mál þeirra á sínu borði og brenna fyrir aðstoð þær. En þau hafa oft örfá eða jafnvel engin úrræði til að sækja fyrir þær. Þannig að geta það voru lítið gert. Það virðist nefnilega að vera hindrun, það kemur að úrskurðaðgerðum okkar, að vera ofgerðvegg í óvinnuvinnslu eða líknána þegar kemur að þessu. Ríkið sér heilbrigðisþjónustuna og borgir félagsgjöf og þetta tvöfalda kerfi virðist valda erfiðleikum í vinnum með fólki sem þarf aðstoð beggja kerfa að halda. Þannig getur skortur og upplýsingaflæði á milli kerfa haft skemmandi áhrif á gang mála hjá einstaklingi. Auk þess má deila það hvort það að vera svo illa haldunum eða sjúkdómi að við getum ekki búið einn og þakkarlega frá útfylgda búskilinu eða vegum sveitarfélags, hvort það sé virkilega bara heilbrigðismál en ekki heilbrigðismál. Annað sem virðist vera aðeins til að amma í þessu kerfi að þjónusta og búseta hanga mjög mikið saman í núverandi fyrirkomulagi. Þannig að við þarf þjónustu sem jöfnast á við á þá búsetukjarna í þjónustustiginu 2, en þessi kjarni fullur, þá fæ ég hvorki íbúð við þjónustuna sem fram með tilfellum. Housing First verkefnið Reykjavíkurborgar eða Heimili fyrst, það virðist vera lagt fram sem lausn málefna þessa hóps. En á sama tíma heyrist mér vera viss meðvitund hjá fólki að þessar konur eigi ekki erinda reyna að þær þurfa meiri stuðning en það úrræði býður upp á. Þannig að sem utanaðkomandi það lítur út fyrir að heimilislausar konur með þungan gerðardóm og fíkniefnavanda mæti ennþá afganginn. Og það bara það sem langar að segja. Freyja, ert þú til í að tala næst? Takk. Ég heiti Freyja, sem kom fram og með tálk og tampur sem kynnsmöllabeyðing sem eftir margþættarmismunum svo líka þroskaþjálfar og kynlífsfræðingur. Ég bý ekki í Reykjavík, þannig ég hef ekki reynslu erfarlega sem mótandi af því að sem verðingleik. En ég hef eins og bara starfa í Reykjavíkurborg hjá Barnavörn, bara sem erfarlega ráðgjafi og sem stuðningsfólki. Svo er líka verið ráðgjafi í Barnavörn þegar ég starfaði hjá Afleiðstöðinni og ég aðstoða Barnavörn á eldfjármál. En það er svona kannski meira úr svona starfinu sem ég hef tekið ofur því á Reykjavík. Og hann það þjóðrætti sem ég selv frá lykilatriði og það ekki sem út frá það veit hugmyndafræði hvað við og hvað við eftir að fara. Það er mannréttindi og samfélagsþjóna rétt haldsverk. Það samráð við fólk og það margir miskunn. Á hugmyndafræði og það er svona viðurkendur og að það hefur að fæða styrkar og hugsa meira út á hvað hugmyndafræði vinnum til að skapa þjónustu við fólk. Og við erum að reyna að hafa með framfóðið að færa okkur frá hugmyndum stofnanir yfir í hugmyndum frálstæði og sjálfsákvæmari rétt alls fólk sem mjög mikilvægt og bara líka mannréttindi.
Það sem ég finnst að helst kannski átt áhrif á og Reykjavík sko að mörgu leyti að þá vera veiðiþjónusta sem mjög gamaldags undir formerkjum viðarþjónustu. Og það finnst mér að vera vásamt, ekki bara vásamt. Og það hryggir mig af því að það er að taka þá vinnufagsfólk og hugtök eitthvað sem við höfum skapað og þróað allan heim í gegnum árin okkar aktivism og okkar mannréttindabaráttu og einhvern veginn svona misnotandi í þágu þess að lukka við. Og svona kannski líka að gefa það fólki með ranga mynd á því hvað er að gera. Og þetta það til dæmis mikið búið að tala það að heimilinu bakastólk. Þá er ég að tala það heimilinu sem að ég veist líka til stofnunni, þjóðskapar, það bakastólk í margt saman á einu stað. Þá er að segja að það sé undir samfell hugmyndafræði sjálfstæðslíf. Og það er ekki rangt. Þess að hugmyndafræði sjálfstæðslíf hugmyndafræði sem þróaðist hjá öllu fólki í Bandaríkjunum í 1970 og fór síðan bróðast útflutningsstofnunum það sem fór til að deila aðstoð, réðarhíkvæðingjum og neðarjum fyrir aðstoð og yfir það að fá verkefni sína hendur og geta í rauninni það sem í dag kallar lóðumstyrk eftir aðstoð. En það voru það mikilvægt sko bæði auðvitað fyrst og fremst að við vitum út á hvað hugmyndafræði að vinna, að líka hver vinning og að það voru vinning fyrir mig og hvað kemur, hver alltaf fyrir því að láta mig verða til og að við séum þá líka að nota og segja það sem við erum að gera, ekki bara kalla það fyrir verkum og það er kúl. Þannig og það er mikilvægt fyrir notendur að vera að fá sko heiðarlega upplýsingar það. Hvað það er að þykja. Af því að ég hef boðið eitthvað sem byggður sjálfsvæði, þá myndi ég bara áætla það að ég lóðumstyrk herförlega aðstoð því að lóðumstyrk herförlega aðstoð sprakk út í sjálfsvæði. Og það er nokkar aðgjöf að fram til að hugsa þetta. Svo er þetta samning þjóðum aðstoð að almennt séð og þá er að sjá það og þá er svo mikið hafnar eftir mörg leikar sem uppskipt af samningi þá er þetta orðað litla þýðingur eða þetta sem þeir fyrir okkur. Það er eitthvað 3 dómsmál hlöður á það upp á stig Hæstaréttar og tapast grundar og mannréttindamál eða það var reynir orðið samningin en það hafði ekki því dómsmálum þannig samningist í lögum okkar eiginlega að fullskipta samningi þýðir ekki að því þannig að við þurfum ekki það. Þannig að það er eitthvað sem að vera óflóknbreiði og bara fallfengi í kringum. En maður var kannski sveitarfélögin og höfuðborgina að sveitarfélögin þurfa alltaf líka að tileinka sér samningi. Og innlegging er ekki bara í landslífi. Það er innlegging að vera í alla reglum og stefnu sveitarfélaga saman með Reykjavíkurborgar. Þannig að það að vera mjög mikið líkilvægt þegar varðandi samningin að stjórnarflokkar og bara stjórnarfólk á sveitarstjórnarstiginu átti á því að þau eru skuldbundin til þess að fylgja eftir samningum. Það er ekki á varu, það er ekki sniðugmynd, það er einskjöldbúði. Og það er verið búið að ákveða þetta saman. Þannig að það þarf svolítið að það hefur verið bara mest umræðan þetta kannski árangursvísu og landsfólk með að þarf að vera meira með þetta. Ég veit að Reykjavík er kannski mest búin að vera hæg og hefur kannski verið mest tekið að tilsýnd en það var ekki að það betur og það passar að sjálf meðlægna að sveitarstjórnir á alveg mikið áhrif gagnvart sér eins og Alþingi eins og ráðuneytið. Svo er varðandi samráðið að samráðið það er ekki leiðin að því að komið upp þegar við kunnum
aftur hlutum gagnvart öllu fólki og meðan fólk kemur í mála stefnumótun og reglugerðir lagaframkvæmd, þá náttúrulega það klúðra að því ófaglegt fólk það getur ekki alveg saman fyrir meinundu það getur aldrei vita hvernig að lifa í öllum líkamann. Og það getur ekki vita hvernig á að degluta nefnir samstöðu okkur, það var einhægt. Alveg kannan geta ekki ákveðið hvað næstu konur. Eða kannski með fólk geta ákveðið hvað næstu heimsengur. Það bara virkar í þannig. Ég held að það stundin reyna ekki bæt og eitthvað disaster. Það verið gangina fólki skilur ekki það og það hægir. Það er alveg eins. Og varðandi samræðið þá líka mikilvægt að bæði að passa að þeir tökum samræðið fyrir umrætt og að það er að henda. Ekki bara í lokinn, ekki bara yfirlestur á reglugerðinni eða lagafrumvarpi, það stendur ekki í lokinn. Það er alveg upplæg fyrir náðið samstarf og að það sé treyst til að vita hvað við erum að tala um. Það er ekki bara yfir vanskilur, það eru líka mörg hver nefnduðust að byrja próf í þessum málum. Það er ekki bara þá frá hefðarlega hér lykilatriði og þá endur ég gleyma að vona það bæri sér áslífisendringin. Og líka það í svona nefndum sem svona notendaráðum eða samráðsrótum sem snúa málum fatlsfólk að það líka passa fyrir eiginhagsmálsfélög. Það er þannig búið að aðstæða verið að vera eiginhagsfélög og allir í lóðumfæði. Og þú ert alltaf í einhvern bakgrunn og þú þarft að hafa fyrir orðið sem segir og þarft að vera samfæð og hlusta á því að mikilvægt ófallaðar útskýringar það hafa ekki eftir það. Það er mjög frá okkar marg. Og það skiptir máli að því að það er jafn hlutverk eða meiri hlutverk þegar við taka ákvæmni í orðinu. Og svo bara lókun, þá er gaman að tala margæði vistum fólk eins og hláðavarpín að tala að það er ekki sama að vera fatlaður karl eða fatlaður konu. Það er ekki sama að vera gagnkynhneigð fatlaður manneskja eða hinsegin fatlaður manneskja. Það er ekki sama að vera fatlaður manneskja af íslenskan ríkisborgararétt eða uppruna eða ekki svo að vera fátæktarmanneskja eða efnumanneskja. Og við þurfum alltaf að muna það eins og við gerum við ekki útiloka það að fatlaður gerir bara fötlunum með allt í tíkan. Og þess að þegar það er ákvarðanir þá þurfum við að hugsa þetta á þverskunum á fólkinu. Og þá inn í það er kannski að nú erum við svona svolítið lengur komin og byrjum að hugsa mikið þessum kynjaða fjárhagsrannsóknir og samsetningu kynjasjóða í ákvarðanum fyrir. Og við þurfum að hækka það út og fara lengra og hafa líka fjárhagsrannsóknir sem að gæti þetta sjóðum og aðra sjóðum eða þetta og eins bara með alla stefnumótun og við þurfum að fara að vera tilbúin til að horfa í það og sjá að marketingum fyrir millivíkahópi það skiptir máli. Það hefur áhrif á líf okkar og á samfélaginu. Þannig að já, það er kannski þessi skjóðþætti þegar ég veit brót. En svo bara held ég að þá tekja okkur svarspurningum og það komið bara þetta í takk. Næst og það er fyrir hægt saman og bókstafn. Komið þið sæl. Aðeins svona. Þetta. Þið á gilinu? Já. Eins og Halldór sagði þá heiti ég Bergþór Þórðarsson. Ég preppari. Hildur Oddsdóttir sem átti að vera hérna á námskeið og ég kom í hennar stað. Ef þú átt að vera sitjandi hérna fyrir aftan myndavélina, það er það sem þú þarf að gera. Nú, til að byrja að segja hvað peppari er. PEP stendur fyrir People Experiencing Poverty. Þetta er grasrótarhluti fjölþjóðlegra samtaka
sem að heita European Anti-Poverty Network. Þetta eru hagsmunasamtök sem berjast gegn fátækt í Evrópu. Á íslensku tölum samtök fólks í fátækt. Pepparar eru fólk sem eða hefur verið í fátækt. Ég sjálfur, þetta mjög nýlega uppfyllti, skilur þess að vera í fátækt. Það bara kerfisbreyting sem kom mér til góða. Þannig að ég næ ekki lengur að detta inn í rammann. Það eru svona 9 spurningar, ef að 3 atriði á þessum lista eiga við heimilum, þá telst það heimilum við fátækt. Þau eru ekki 3 lengur, en það er ekki ótt síðan. Ég er öryrki, ég hef verið það í 16 ár. Og sem öryrki þá hef ég haft takmarkaða starfsgetu því þess að reiða mig að mestu eða öllu leyti á aðstoð stjórnvalda til þess að hafa í mig á. Vegna þeirra aðstæðna hef ég oft leitað félagsþjónustunnar og þá í Breiðholti sem ég býð þar til þess að fá aðstoð. Það er að fá alveg ýmiss konar aðstæður. Margir heyra að tala fjárhagsaðstoð, svo er sérstakur húsnæðisstuðningur, það er að fá styrki fyrir tannlækningum, sálfræðingum og svo framvegis. Ég til dæmis félagsþjónustunni að þakka að ég er með meira í dag. Það var tilraun félagsþjónustunnar til þess að einmitt valdefla mig til þess að ég gæti betur komist inn á vinnumarkaðinn aftur. Félagsþjónustan hún gerir mjög margt gott, en hún er ekki fullkomin. Hún er töluvert langt frá því að vera fullkomin. Og þar kem ég svolítið inn á efni þessar fundar. Við tölum lýðræði þegar við vorum að skipuleggja frið. Og eitt af grundvallarforstöðum fyrir því að fólk getur tekið þátt í lýðræði er að það hafi aðgang að samfélaginu, það hafi fullkominn aðgang að því sem aðrir hafa. Fátækt fólk, það er einangrað, það getur ekki leitt sér í þennan mikið og fólk sem er yfir fátæktum. Fatlaðir eru oft í vandræðum með að fá það þjónustu sem þau þurfa. Fólk með tvígreindan vanda er líka einangrað, það nær ekki að nýta sér, það nær án aðstoðar oft á tíðum, ekki alltaf en oft á tíðum, það nær það ekki að taka fullan þátt í lýðræði af því að það hefur ekki sama aðgengi að þeir. Hvað varðar þessum svo mikilvægt að félagsþjónustan sé skilvirk, hún virki, hún hjálpi til þess að fólk hafa þennan aðgang. Og því miður þá það bara orðið þannig með félagsþjónustuna í Reykjavík, hún er orðin svífasinn. Það er mikið að gera hérna, það mæðir mikið af henni. Hún gerir það verkum að hún vinnur hægt, hlutir þetta á milli og það fer stundum illa. Ég tekið bara dæmum sem ég sjálfur. Ég ítrekað sótti sérstakar húsaleigubætur áður en að kerfið breyttist. Ég fékk ítrekað neitun á þeim grundvelli því ég væri með of háar tekjur. Það þrátt fyrir það að oft á tíðum var ég bara með strípaðar örorkugreiðslur. Það er ekki háar tekjur. Eftir að hafa grafist meira fyrir, þá komst ég loksins að því að það var samt ekki aðalástæðan fyrir því að ég fékk þetta neitun. Aðalástæðan var sú að ég var með ótímabundinn leigusamning og taldist þar alveg ekki í húsnæðisvanda. Það er bara dæmi það að stundum fær maður ekki réttar upplýsingar frá félagsþjónustunni sem aftur hamlar því að maður getur sótt eða unnið út frá réttum upplýsingum. Ef maður alltaf vinnar út frá réttum upplýsingum þá kemst maður ekki það. Og eins og ég segi, af því að ég var ótímabundinn leigusamning, þar alveg ekki húsnæðisvanda, það breytti engu þó ég væri mínus hver mánaðamót og var að fá lánað hjá móður minni til þess að geta keypt mat eða fara í hjálparstofnanir til þess að fá gefins um mat svo ég geti lifað úr mánuðinn. Ótímabundinn samningur, ekki húsnæðissamning. Það er ekki langt síðan að ég pröfaði að sækja félagslegt húsnæði. Ég fór í viðtal hjá félagsráðgjafa. Hún tók vel á móti mér, hún var mjög almennileg. Sagðist myndi að hafa samband. Ég hef ennþá ekki svarað umsókninni.
áður fyrir þá fékk ég nokkuð styrk fyrir tannlækningum. Undanfarið þá hef ég ekki fengið þann styrk og með þeim svörum að ég ekki á fjárhagsaðstoð. Af því ég á örorkugreiðslur, það ekki fjárhagsaðstoð og þá hef ég ekki rétt að það. Nú veit ég ekki alveg hvort að reglurnar breyttust á einhverjum tímapunkti eða hvort ég hef verið að fá undanþágu. En það fyrir mér þá ætti að vera nóg ef að tekjurnar eru undir einhverju tekjumarki til þess að fá aðstoðina. Það er augljóst mál að sé tekjur ekki nægar, þá hefur maður ekki fullan aðgang í þessu lögum. Maður hefur ekki þann aðgang sem að annað fólk sem er með nægar tekjur hefur. Það sem ég myndi vilja sjá sem umbætur, það er minni áhersla á ytri skilyrði. Já, ég glemdi einu með húsnæðisfræðina að inn í kerfinu í Reykjavík, þá er það sem ég vil kalla huglægt mat á félagslegum aðstæðum. Það er vissulega kvarði, en þar eru inni nokkur atriði sem við erum bara huglægt mat. Mér finnst svolítið undarlegt að vera með huglægt mat eða að vera að ákveða hvort það eitthvað fái aðstoð, þannig að vera bara með staðreyndir. Ef fólk er undir tekjumörkum eða með þetta mörg börn á framfæri og svo framvegis, þá ætti það að fá aðstæðan sem það þarf. Það er umræðu sem ég til að sjá að minni áherslu á ytri skilyrði, hvað það huglægt mat og áherslan á mati sé á mat og þörf sé á mælanlega atriði eins og heildartekjum og helst þannig að það sé tekið til skuldastuð allavega einhverju leyti. Þetta hins vegar alls ekki einfalt mál. Það væri ekki sanngjarnt af mér að reyna að stilla því upp. Það væri einhver kraftaverkar lausn sem myndi bara gera félagsþjónustuna frábæra og allir fátækir, fatlaðir, fólk með annan vanda hefðu fullan aðgang að lýðræði. Viljinn fyrir hendi, fólk að vilja ekki, ekki taka það aðeins. En það er alveg ástæða mögulega til að uppfæra hugmyndafræðina og athuga með að finna aðrar leiðir. Ég tala marga í svipaðri stöðu og ég og það svolítið tilfinningin fyrir þjónustunni í Reykjavík að hún minnir mikið eftir The Computer Says No hugmyndafræðina. Og það held ég að komi stóri til bara hvað hún er orðin stór. Borgin er orðin risastór, þetta stærsta sveitarfélagið í landinu. Eins og Óskar kom inn á, við erum með margar þjónustumiðstöðvar, við erum mikið af fólki sem þarf að sinna. Það er alveg eðlilegt að kerfið bara verða sveitir sögur. Þess vegna held ég líka að sé mikilvægt að styrkja það og reyna að finna leiðir til þess að það sé aðgengilegra og virki betur fyrir það sem þurfa að gera. Ég ætla ekki að hafa þetta lengra. Ég býð í ábænum spurningunum og samtalinu sem við erum bara að eiga einn eftir. Takk fyrir mig. Takk fyrir þetta, Galdur, og þið öll fyrir að koma með þessar mikilvægu gagnlegu upplýsingar í umræðuna og í stefnumótunarvinnunum okkar. Mér langar kannski til þess að spyrja ykkur svona tvíþætta spurningar. Ég aðeins það sem ég búin að heyra frá ykkur að þetta að við erum að tala einangrun, svona vaxandi sívaxandi hópur fólk sem hefur ekki aðgang að samfélaginu á sama hátt og aðrir og þar af leiðandi hefur ekki aðgang að lýðræðinu og þar af leiðandi upplifa sig ekki sem svo sameigendur eða hluthafar í samfélaginu sem skapar mjög erfiða stöðu þar sem maður getur ímyndað sér hópur fólk sem finnur ekki til að það séu svona eiginlegt í samfélaginu en þá finnur það heldur ekki til að ákveða gagnvart samfélaginu. Og þetta staða sem mjög neikvæð fyrir lýðræðissamfélag. Út af því að við þurfum öll að vera þetta í þessu saman. Þannig að mér langar til að spyrja ykkur svona, hvað þið teljið vera mest knýjandi vandamál sem við stöndum fyrir í þessum málum. Og ef þið væri í stöðu að hafa áhrif, geta haft áhrif, hverju myndið þið breyta til að bæta lífsgæði og stöðu jaðarsetta hópa í Reykjavík? Það er þú byrjar. Ekki best að byrja að því að hafa þetta? Jú, ok.
Og ég hef þetta bara heim og hugsaði þetta svona eins og í viku. Að svara þessari spurningu. Hvað er mest knýjandi þörfin? Hún er bara víða. Það eru fjölmargir sem þurfa stuðning og það er mjög erfitt að sigta út einhvern hóp eða eitthvað slíkt. Ég myndi segja kannski það sem við erum að fókusera í dag er umræðu fátækt. Og í hverju fátæktin felst, hún er ekki bara efnahagsleg, varðandi skorta menntun, þátttöku í samfélaginu, það snertir þetta félagslega einangrun. Og það þarf virkilega að vinna sigra á þeim grundvelli. Og gera það þannig að við erum ekki að vinna með þetta sem þannig séð vandamál, heldur áskorun í samfélagi til að við tengjumst öll betur og erum samtaka í. Þannig að það er ekki langt sem ég upplifi umræðu fátækt sem tabú í. Það var nota orðið fátækt var ekki alveg sérstaklega vel liðast. Þannig að ég ánægði með þessi bara komið upp á borðið og það er fjöldinn allur af einstaklingum sem búa við fátækt. Mér finnst erfiðast að horfa á þeirra börn, sitja kannski í slíkum aðstæðum. Þetta er jaðarsettur hópur sem lætur ekki mikið fyrir sig það. Við erum í samstarfi með þessi greiðstöðum við PEP, þar sem við viljum styðja þetta samtök sem er að vinna á landhelgingunni og það er einn leiðin til þess að vinna því en það þarf auðvitað að setja fjármuni til að efla menntun, þetta menntun sem gríðarlega mikilvægt. Og svo kannski þarf að breyta hér ákveðnum reglum á þessum viðmiðum sem Bergþór var kominn inn á. Eitt er að svara ekki í erindum, hafa viðhorf sem að segja the computer says no. Það er eitthvað sem ég tek til mig hér og við viljum vinna með og tekjum ábendingar um. Og svo er hins vegar sem er reglusetning og viðmið sem ákveðin af stjórnmálamönnum sem til þess kjörni. Það er stundum erfitt sem starfsmaður í þjónustunni að takast á við vandamál, jafnvel þegar stjórnmálamenn gagnrýna kerfin sem þeir hafa sjálfir ákvarðað leikreglum sem við fylgjum. Þetta er mál sem við þurfum að vinna saman. Það sem ég hef líka viljað leggja áherslu á með fátæktina er að vinna þetta út frá stöðu fólksins sem býr við fátækt. Það kemur að sinna það sem Freyja var að tala með samráð eða þykjustunni samráð. Ég verð þess stundum að við köllum til fólk í félagasamtökum og segjum við áttum samráð við fatlað fólk. Við áttum samráð við fulltrúa fátækra. Samráð í mínum huga er líka dagleg samráð, þar sem byggur út frá aðstæðum fólks og mætir þeim með lausnir sem þeir þarfnast. Þetta er eitt máli sem ég vilja leggja inn í þetta og þarf að auka mjög meðvitund og umræðu og þetta er ekki bara velferðarsmál, þetta varðar mjög mikið í skólakerfi og heilbrigðiskerfi og fleiri þætti. Hitt sem ég vilja nefna, því ég er bara að horfa á það að gerast núna, að við getum farið tvær áttir í þessu samfélagi sem varðar innflytjendur. Ég held að það sé mál sem er ekki vandamál í sjálfu sér, getur orðið að meiriháttar vandamáli ef við náum ekki vinna rétt úr þeim miklu fólksflutningu sem er þessi stað og þeim nýju íbúum sem er að koma. Ég er búinn að hafa það á Fellaskóla, það út í að vera kannski með 50% barna tvíting í rúmlega 80% sem hlustu tölur sem við sjáum í og við erum þá að horfa á það að hér eru ákveðin hverfi, ákveðin skólar að breytast í skóla sem Íslendingar gangi ekki eða búa ekki þá, aftur, það er ekki vandamál að hér er fjölmenning flytjendur. Við þurfum að tryggja hér veldi samfélag sem allir eru frá saman í og vinna saman í. Ég ætla ekki að segja að þetta sé eitthvað sérstaklega til Breiðholti, þetta er víða að finna í sveitarfélögum og annars staðar í borginni, en við erum kannski að horfa á þetta mjög greinilega þar. Ég er búinn að vera allan bróðpartinu deilum að hitta fólk í Pólskaskólanum, í Fellaskólanum í morgun. Ég var á alþjóðadegi tungumála upp í Gerðubergi áðan og ég er búinn að vera á flakki núna hverfi í dag og ég skynja mjög sterkt þörfina á því að við tökum þessi mál mjög alvarlega.
Auðvitað getið þið tekið málefni fatlaðs fólks og fleiri, að við nefni eitthvað og legg svo áherslu á það að þetta ekki einangrað við ákveðið svið eða ákveðna deild í samfélaginu, þetta samstarfsverkefni. Ég get ekki eins og veit að ljúga því að muni nákvæmlega hver spurningi var. En ég bara veiða eitthvað svona radikal spurning, ég kem bara fyrir hund mínu þetta. Og því ég þekki langbæst þá bara þessi pælum og fólkmjögerðin og á líkunanda og svona auðvitaðsfólinn. Þannig ég treysti mér ekki að svara fyrir velferð og þetta í heild sinni, af því að ég vil ekki vera svo sérfræðingur svona. Þannig að mér finnst eiginlega eitt sem bara frábært að breyta í kerfinu hvað núna væri bara, mér finnst sérstakt að svo stór mál eins og heimilisleysi og auðvitaðsfólk getur verið alfarið að höndum sveitarfélags. Mér finnst einhvern veginn kannski að þetta að vera meira samsvarað milli ríkis og sveitarfélaga þegar kemur að þessu. Og mér finnst mjög sérstakt að þessi eitt sveitarfélag sem á að vera ábyrgð á öllum heimilishúsum. Það sé ekkert með að fara það neitt í öll breytingalögum í kring, þannig að mér finnst kannski einhvern veginn að pressa á það. Og svo væri bara mjög fínt að taka velferðarmál út fyrir sviga í pólitík, af því að það alltaf kosningar og einhverju gettingar og engin sérfræðingur á bak við þetta og komin. Þannig að, já, það bara mjög að taka skoðanir. Já, þetta er bara spurningar og mikilvægt líka. Sko, ég hugsa að ég var að hlusta núna og það á við meistararitgerðina mína. Við talaði fatlaðar konur, 9 fatlaðar konur og ólíkar fatlaðar sálrænar afleiðingar af því að verða heimilisofbeldi. Og kannski segir að það sem að þær lögðu mikla áherslu á til þess að bæta bara sína réttarstöðu og sín lífsgæði, sína yfirlýsingu og bara stöðusetningu var að hluta til að koma kennsluverkefni. Eins og til dæmis röntgenslík mótmælstíma fyrir ráðstofur. Fulltrúdins veginn röntgenslík Sameinuðu þjóðanna sem þau upplifa sig að hafa réttindi. Að þau upplifa ekki að réttindi þá fæst í réttindum. Og þegar fæst í réttindum þá gerist þetta sem þau lýsa áðan með að þegar maður finnst bara að gera hluti þá fyrst og heldur maður einn fyrir ábyrgð. Af því að skýta ekki máli sem maður gerir að segja. Þannig sem ég svo að ekki leita til stand. Þannig að þetta var það og svo heitast líka að hljóðast að rétti tafnarskýrkunum. Og þetta var það þekki sem að þeirfast vera hvað var hindrun fyrir sig sem geta þau samfélagi af öllum sig. Þannig að hver þess er að bæði aðstöð til það og komast fram á umhverfi sem það ekki á. Og það ekki áherslu sem geta, bara í námi eða bara stunda félagsskap, þá það eftir að vera einhverju. Þetta ekki mjög flókið. Og þannig að það hluta svona atriði, bara konkrétt, við flókið að koma framkvæmstu, það var eitthvað að gera. Og þannig að það var þegar, svo líka til dæmis bara mikið áfram breytingar á geðheilbrigðiskerfinu. Og mér langar svo að tala til það, að það var alveg fleiri. Og að það sem að konurnar upplifa kannski erfiðast í sínu lífi, að það var bara viðbúið samlega fyrir frá félagsfólkjum, frá læknum, frá sambandurum, sem var á einkennandi af því að þær væru heilbrigðisvinni, þær væru mögulega að ýkja eða ljúga sína samvist og fyrir þær skilta ekki leikreikningarkerfinu sem var sem voru upplýstur það og þeir leiðstöndar þegar þetta er svona flokka milli dottar fyrir ólíka sögur til að fara á þeim. Og þetta gerði það síðan á verkum að þú gerst upp. Þú bara getur því. Getur ekki meir og hvað getur þú hægt að byrja ástönd og vandum stækkast fyrir. Þú veist
Þannig að bæði þurfum við þarna, það er alltaf klísja, en við þurfum þarna bara í grundvallaratriðum að breyta viðmóti velferðarkerfinu frá því að vera þú eiga að kemna mig í sumarlífinu og sem við ættum að koma inn fyrir mig hvað yfir í, hvað gert þig? Og að sé þjóðstöðu, það þjóðstöðu og við gerum kröfum bara í búðum. Að hún sé í kerfinu að konur og upplega alltaf sem veikir á manneskja og hafa mikið að segja og það réttindi og tilkall. En á sama tíma, að þetta tekur tíma og þetta sem gerist ekki einu völdu, að við þurfum líka þá að það þurfum að samlega því að breyta kerfinu sem aðalfrið. Þá þurfum við líka að geta brugðist við því að jaðarfólk, svart fólk, og það svart eða svartar fólk. Það upplifir þunglyndi, kvíða, eftirfylgdi, vegna það erfiða samskipti við kerfið. Og þá þarf bæði geðheilbrigðiskerfið að meðvitað áhrif kúrar og misræmis á geðheilbrigðisfólk. Og því það það sem við höfum lítið í raun og tala líka að það tryggja betur aðgang að geðheilbrigðisþjónustu sem hefur lítið skilning á þessi jaðarstöðu. Þessi konum að koma í jaðartali, að það dröfum þess að skilja að það borgar fyrir samræði að því að það þreita að reyða kvíða alls. En samræði er ekki í það því hann fór prófessor að byrja að vera bókmynda. Eitthvað svona. Bara áframhalda af kúrunum sem að verða fyrir alltaf. Þannig að það sem við þurfum að styrkja fólk persónulega, samhliða því að breyta að kerfið og það skiptir að viðmótið að gríðarlega miklu máli. Ég get talað þannig að ef ég spurði hvað við myndum gera, ég bara bríða í lögfesta mótstjórnar fyrir aðstoð og ég hef hamast í lögfesta samlíking og tryggja að ég geti tannfólk og senda alla á eitt massíft fólk og það viðreðandi fræðslu og umskrift áhrif misræmis og unnið gegn því sem fagnar innan velferðarkerfis. Þannig að ég myndi sem ástæðu að gera það. Það er bara smá verkefni. Ef ég geti haft áhrif hverju vildi ég breyta, hversu langan tíma hafið þið? Neitt. Ekki of langan. Nei. Og það margt sem ég myndi vilja breyta. Eitt af því ég kom inn á áðan, viljinn alltaf fyrir hendi. Það ekki vont starfsfólk í félagsþjónustunni eða vilja í velferðarþjónustunni. Ég hef enga trú á því að félagsráðgjafinn og aðrir sem komu að þessu umsókninni félagslegt húsnæði hafi viljandi gleymt eða týnt umsókninni og þessum ekki svarað. Ég vissi líka alveg að eftir að hafa klárað það viðtal og skoðaði reglunar og ég þurfti ekki að fá svar. Ég sjá það bara með skoða reglunar að ég hef ekki rétt það. Það sem ég held að þurfa að gerast eins og Óskar kom inn og eins og var á Hreiðar kom inn á, það ákveðnar reglubreyting sem þarf að koma. En hvað var það viðmótið, þetta svara ekki og vera eins og maður sé að trufla fólk í vinnunni. Það sé stórleikið að þurfi meira fjármagn inn í og bara störfin. Það sé að vera með fleiri stöðugildi þannig að fólk sé ekki gjörsamlega kýtna undan þeirri vinnu. Þetta mjög erfið vinna að vera að vinna með fólki sem í jaðarskap, fátækt, fatlaða, í slæmri stöðu. Þetta reynir rosalega mikið á, ég ber mjög fyrir. Og svo kom inn á áðan að það væri ekki jafn mikið tap og það fátæktar. Það er ekki jafn mikið tap, en það samt ennþá tap. Það alveg tölurtap. Ég er mjög stoltur af því að vera hluti af pepphópnum og með peppunum mínum að vera tilbúin að stíga fram. Ég fátæk manneskja, ég vil vinna að bæta kjörum.
ef við getum valdeflt svona starf ennþá meira, þá væri það plús. En á endanum þá það tala pínu mótsögn við þetta sjálfum mig áðan varðandi mat á aðstæðum. Að þetta kerfi sem við erum að upplifa mikið sem hérna Computer System Now, það kom upp pæling á fundum á ráðstefnu sem var á í Brussel í á vegum PEP, þar sem að við vorum að tala mikið fólk sem er að lenda detta á milli kerfa. Við getum tekið dæmi einstakling sem er hérna eða fjárhagsaðstoð sveitarfélaganna ætti að vera komin á örorku, kemst ekki að þangað og svo einhvern veginn endar manneskjan einhvers staðar á milli kerfa og veit ekki neitt. Að það, ef það væri til apparat sem getur tekið áflug, þessari manneskju þarf að hjálpa, reglurnar eru í rauninni ekki til staðar til þessi hjálpunni, það er til kerfi sem er svona ókei, við verðum að hjálpa þessari manneskju, og þá þurfum við að íta reglurnar til hliðar til þess að þessi manneskju fái þá aðstoð sem hún þarf. Ég get ekki svarað fyrir þetta. Jú. Takk fyrir. Ég það er alltaf mikið tíma eftir, þannig að ég er að opna fyrir spurningar í sal og ég ætla bara svona að brýna fyrir fólki að hafa þetta spurningar og hafa það svona hlýðnar og stuttar og að sama við þá panelinn að reyna að svara eins hlýðnar og stuttar sem mögulega eftir. Ég sé að þú hefur beðið Ég reyndi að spurningunni langar framkomu eða framflutning. Svo sorry, það er fólki í pandemíu alltaf sem að reyna þegar vinna vinnuna sína vandamáli eða hjá þessari veikinni. Ég landflutningsflutningur, ég verið að kýla með geðkerfið, faggíðarkerfið, valdarkerfið. Ég hef ekki orku til að kýla með þessu. Ég of veik til að leita með aðstoðar og það er stærsta vandamálið í þessu kerfi að öll þjónusta sem ég hef reynt á hefur alltaf hafist mánuði, ár, ég veit ekki hvað mikið út af því að ég hef persónulega ekki mætt og nöldrað daglega. Og það er stærsti þáttur sem ég myndi vilja sjá lagast í þessu kerfi. Fólk komið inn og það væri aðilar í kerfinu sækja yfir vandann, tækja yfir hann. Þú þyrftir ekki persónulega að skrifa yfir 20 pappíra, fara 20 stofnanir, tala 20 aðila og hringja á veikulega stofnir mjög. Það er stærsti verkefni sem ég hef upplifað. Ég er núna komin með ýmsa aðstoð. Hún kom ekki fyrir að það var kona sem fór með mig á veikasta degi að hitta þjónustufulltrúa og hún horfði á mig og sagði, af hverju ekki með neina aðstoð? Ég sagði, af því gat ekki hringt, en ég var þó veik. Og hér kom við aðstoð núna, en ég veit að ég er ekki eina mannskip sem er heima hjá mér að drabbast niður í ruslið út af því ég hef ekki orkuna þess að íta það stærsti þáttur sem það lagar í. Kannski þetta var svo lægi að panelinn svarar ekki neinu, þetta var ekki svo Takk fyrir, ég hef þetta og skrifa það niður. Já, það var ekki að fyrir að lesa. Nei, ég heiti Valgerður og ég bara þakka ykkur fyrir að það er ótrúlega fróðlegt og gott fyrir staður og þeir öll að koma með góða punkta hérna inn í þessu umræðu. Mér finnst mjög mikilvægt að það húsnæðismálin þegar þetta er ekki að tala velferð og fátækt. Þannig að húsnæðisverð í Reykjavík þannig að fólk margir að borga meira en helming þetta sinna í húsnæði og ég hef verið að skoða þetta og ég til dæmis fór á fund borgarstjórnar daginn skipulagsmál þar sem var verið að kynna hvað þetta byggja mikið á næstunni. En það sló mig að það ætti til dæmis einungis að byggja 450 félagslegar íbúðir á næstum 3 árum en það vantar yfir 1000 íbúðir fyrir þá sem eru komnir á biðlista núna. Það mun sennilega bætast fleiri við. Og mér langar að spyrja hvort að þið á velferðarsviði séu með einhverjar tillögur
til annarra í öðrum gráðum borgarinnar sem skapar þessi húsnæðismál til þess að leysa húsnæðisvanda fólks betur heldur en búið að finna fyrir okkur hinn almenna borgarinnar í Reykjavík. Er þetta tengt sérstaklega til Álfs? Óskars. Takk fyrir spurningum. Þetta nú eitt stærsta málum velferðarmála í dag, húsnæðismálum. Þessum ástæðan skortur á húsnæði í dag. Reykjavíkurborg rekur eða á félagsbústaði sem hafa það höfuðhlutverk að útvega félagslegt húsnæði til útleigu. Og við höfum engan veginn haldið í þá þörf sem hefur verið, og þetta er alveg rétt sem að segja, það meiri þörf en það sem höfum verið að byggja og áfram byggja. Það hins vegar verið að bæta í, ég veit að skrifstofa eigin og atvinnuþróunar hjá Reykjavíkurborg sem svona annað batteri innan kerfisins hefur verið sett af stað og þeir eru að ná töluverðum árangri núna. Það var allans víðileg sem var nýlega sett upp á þetta hálfu til að taka inn fleiri svona skammtímalausn. Þannig að ég get að fullyrða það að velferðarsvið hefur gefið töluvert í núna er að líta mjög fast á félagsbústaði, segja að þessi skrifstofa eigin og atvinnu komin af stað líka. Það auðvitað verið að reyna að kaupa líka íbúðir og útvega húsnæði með öðrum hætti bara svo áherslu sem þú hefur þetta að skoða. Og það hafa orðið framfarir, en þetta engan veginn, þetta nægir ekki og það verið að vinna enn frekar úrbót. Þetta sem eitt stærsta velferðarmáli akkurat núna, við þekkjum það bara að ef við getum ekki tryggt okkur fæðu, skjól, þá til lítils að takast á í ýmis önnur vandamál þegar maður stöðugt í óttum þessa grunnþætti í mannlegri tilveru. Þannig það bara, ef þið náið að gera þetta að ykkar máli, það mun bara aðstoða okkur við það að reyna að ná úrbótum. En það allt gert hjá okkur til þess að reyna að ná fram úrbótum í þessum málum í dag, bara við fullista. Takk. Er einhver fleiri spurningar á sal? Má ég koma með innlegg? Já, hverslega. Eitt sem að ég myndi vilja sjá varðandi húsnæðismálum á að borgin myndi gera, það að draga úr þeim skerðingarreglum sem að heita á sérstök húsnæðisstuðning til þeirra sem þó eru undirtekið með honum. Eins og staðan í dag, þá ef að einstaklingur með sérstök húsnæðisstuðning, þá heildarskerðingin á almennum húsnæðisbótunum, segjum að sérstaklega húsnæðisstuðningum upp undir 50% af tekjum. Við vorum að tala valdelninguna áður. Eitt af því sem getur valdelt fólk hvað mest, það að gera því kleift að vinna án þess að það og vinna þannig að það fái og nægjanlega tekjur þess að það finnur því vera með þess virðing að vinna. Segjum og bara upp á sjálfstæði og sjálfsálitið að maður upplifir sig ekki sem minna virði heldur manneskjan sem er ekki að fá þennan. 50% tekjuskerðing, það ekki beint að gera fólki kleift að ná sér auknum tekjur til þess að meðal annars komast í dýrara húsnæði af því að það er. Þannig að minnkar skerðingum það. Takk fyrir þetta. Er einhver spurningar? Já? Kannski segja líka þetta beinspurningar. Já. Takk, Alexandra. Ég beinspurningar til Óskars. Ég náttúrulega fræktur við það að ég hef í skóla að spila þessa spurningar sem ég nótti í tíma þar sem við viltuðu á vatnir, sko. Spurningin mín gerum við að mikið af velferðarþjónustu sem við fært af ríki og sveitarfélögum jafnvel á þess að lítið að sem fjármagn hefur verið fleytt á það með. Ef svo eða ef það svo sé ekki, hvernig getum við reynt að bæta þá stöðu? Er hægt að vinna þetta með öðru sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu eða er þetta fá fleiri tekjur frá ríkinu eða er hægt að fara eitthvað þjónustu aftur upp? Kannski erum við einhverjar hugmyndir með þetta? Ég vil spyrja á Páll. Það sko
Sumt af þessu sem verið að ræða hérna er alveg pólitísk spurning, það tekna fram en ég hef mjög sterka skoðun á því líka. Sem starfandi sem embættismaður í kerfi sem að útfæra hérna ákvarðanir, en það hefur verið stefna undanfarin ár að færa þjónustu frá ríki til sveitarfélaga. Og þjónusta við fatlað fólk var sem dæmi hluti að þeirri ákvörðun. Áður voru grunnskólar þarnir, þetta er svona stefna sem að kenna má við norræna eða skandinavíska leið. Skandinavar hafa fært, en þeir eru kannski alltaf svona 80% þjónustunnar á sveitarfélagastigi. Sveitarfélög meðal annars hafa myndað rekstrarfélögum var eitthvað spítalum. Þannig að þetta er svolítið verið að færa þess áttina. Og ég er mjög, svo ég aðskilist pólitísku með það, mjög sammála þeirri leið. Ég gaum út frá þeirri verkum faglega að nærþjónusta svara betur þörf fólks, því nær sem ákvarðanir teknar þjónustuna, þar sem notendanum, því meiri líkur á því þjónustan hendi viðkomandi. Við þekkjum það sem hafa átt börn í leikskóla, það er að tala beint við leikskólastjórum, það er svona meiri líkur að maður geti aðlaga það, í stað þess að fara niður á skrifstofu hjá Höfðatorgi og þurft að spyrja hvernig standa því eitthvað sé að svona í leikskólanum, þannig að laga það strax þar. Og svona er svona lógikinn í því að færa vandinn nær íbúum. Hins vegar hafa ekki tekið fyllt í mörgum tilvikum þessum flutningi eins og kannski hefði þurft. Og það hefur verið, við erum að sjá það með flutningamálum fatlað fólks. Þetta er undir fjármagnað miðað við hvað við erum að leggja til. Reykjavíkurborg leggur til umtalsverðar upphæðir umfram þessari fá frá ríkinu í þessum samningi og þetta hefur verið svona, við erum að takast á þetta í samningum. Þannig að það er tilfellið. Þá kemur spurning því ég veit sveitarfélag sem að fer ekkert fram úr og borgar ekkert með þjónustunni til að veita fötluðu fólki þjónustu og bara stoppar við það framlag sem ríkið veitir. Þannig að Reykjavíkurborg sem sveitarfélag fer lengra. Eins og með grunnskólana þá virðist það gerast, það er svona þróunin. Sveitarfélagið tekur við þjónustunni, meiri nálægð við þá sem að fá þjónustuna, þá aukast fjárframlögin. Og þá má spyrja sig það vegna þess að þeir vilja gera betur í þjónustunni, allir það meiri pressa, eru sveitarfélög óhagkvæmari í rekstri og það hefur skrifað fjöldamargar ritgerðir um þetta. Reykjavíkurborg er í þess aðflokki að við eigum þetta verið mjög hagkvæm eining fyrir þjónustu. Það á ekki beint við Reykjavíkurborg, þessi hagkvæmnisrök, en það er hægt að deila um það, hvernig maður horfir á það. Þannig að já, þetta er flókið mál að ræða, en það er í stundum máli sagt, dugar ekki tekið frá ríkinu fyrir þeirri þjónustu sem við erum að veita eftir að hún hafi verið flutt með ýmis verkefni. Þetta er auðvitað eitt af stórum málunum í samstarfi ríkis og sveitarfélaga. Við sjáum þetta á Akureyri, þar hafa menn tekið skref aftur á bak. Þar hefur Akureyrarbær skilað tilbaka heimahjúkrun og heilsugæslu, þannig að Reykjavíkurborg hefur tekið heimahjúkrun inn. Við höfum ekki tekið heilsugæslu. Ég held að þessi Garðabæn líka sem hjúkrunarheimilið var skilað. Þetta eru alvarlegar sviptingar og mikið stjórnsýslustiga og ég tekið pólitískri stefnum að svona bæði fjármagna vel hlutina og taka miklu ábyrgari stefnumörkunni gagnvart til það fólk sem eru að veita þjónustuna á framkvæmdum. Og ég var að skapa þessu. Já, þessu. Já, það var að ég hætti fólki að vera nýlegið. Það var allir yfirferðslega frá ríkis sveitarfélag og ég var alveg þá hreistur þeim að halda þessi breytingin til góða og ég þetta bæði þær og það er einnig hefði og þetta. En ég var að segja að sem fölkóla og flokkusti að það mikið vonbrigði með umfylg. Og það sem það sem var vant að tíma við það ríkið segir fyrir að nýjum það fyrir að borga þeim við þjónustuna. Það ennþá. Það ennþá að finna þjónustu að það sem eru að auka er að greiða hvað ríkið og að vega því. Það þannig sem NPA 5 árum var það alltaf áratun
meðal annars þessi sveitarfélag ríkir alltaf að rífast. Hún er bara ákveð, hvernig að greiða. Og að gera óþjóð. Og líka, og við erum mikilvægt að þessi litlu skilja að bæði Noreg og Svíþjóð og Bretland vöruðu okkur við. Það var fatlað fólk í þessu landi og þegar við játtum sem að viljum alltaf alþjóða að við viljum saman slett á öðrum. Og við getum reykjað og við styrkast. Og þeir vöruðu okkur við þessari yfirveinslu og í reyðum hvert okkar skemmtilega og það Ísland þeirra var ekki komið. Og voru alltaf sjúkra neikvæða. Við gerum alveg grunnfinni að það bara standi okkar margra og það sem að gerast í Noregi og Svíþjóð og Bretlandi að það mikil aftur hugmyndafræði aftur í þjóðsögum fatlað fólk í þessum löndum. Og þá birtist það ekki aukinni stofnun á listum og líka náðarmál. Og þannig að við voru svo mikilvægt í þessari umræðu að við förum líka við erum líka við skrifjum sveitarfélögum og hræðilegt. Skrifjum hvaða höftum sem hafa verið sveitarfélögum fyrst mér. Og það þýðir það að það ekki saman bænt í hvað þrjumst í bæn. Og það þýðir það að þetta þýðir ég engarsamtíð í Garðabæ og ég treysti mér ekki, veit ég alveg sveitarfélag, en samt ég illa afnóði einu steinu í Garðabæ. Og það var fyrir. Og það ég var fast. Og það sem að líka ég ræða að þegar smæðir svona mikið og það getur nálega líka róþeim. Þegar það er bara 2-3 til Garðabæ, það að sjá hvað mín þjónustu persónulega kostar. Og þeir eru fá með NPN. Þannig að við okkar bara leggjum fram líka þessi þjónustu. Takk. Rúnar var búin að byrja orðið en ég ætla aðeins að nýta stöðunni sem hundastýra. Og ég ætla að eina spurningu og kannski bara aftur taka fram að við erum að reyna að klára fundarkortir yfir, þannig að reynum að hafa spurningur og svörslu. Hvernig til þín vala og þín, Óskar, kannski til þín vala að gera heilbrigðismálin út af því að nú og sýna fram á mikilvægi þess að við erum með góðar fyrsta stigs forvarnir þegar kemur heilbrigðismálum. Og ég veit að það núna verið að leggja niður geðteymi sem geðheilsa eftirlit. Og mér langar þetta til þess að beina spurningar fyrir varðandi hvaða áhrif þú telur þetta hafa bara á það svona fólk sem þú ert að út frá meistararitgerðinni þinni og út frá þínu sérsvið. Og kannski ekki þín, Óskar, að hvaða leyti velferðarsvið kemur að svona málum varðandi geðheilbrigðismál og þjónustu til þessa einstaklinga og hvaða áhrif þú telur að þetta muni hafa á fólk að missa þessa þjónustu út. Því að mér skilst að það engin önnur þjónusta sem komið í stað. Það ekki til neitt svipað úrræði. Ég verð að vera alveg hreinskilin, en ég var að vinna í 4 ár með þessum hópi á Kleppi á endurumgjörðum og ég heyrði bara aldrei þetta teymi fyrir núna í fréttum eftir að það leggja niður. Og ég veit ekki hvort það fólk ígrunlegar einhverjum og allsvoraði á þessu teymi, en það svo, það ég ekki að breyta svo veit annan og svo. Þannig að ég Það kannski bara mikilvæg fyrsta stigs forvarnir í þessum málum. Já, það náttúrulega örugglega mikilvæg að ég bara verða viðbúin. Ég treysti mér ekki að fara um það þegar ég veit ekki að tala um sem ekki nógu vel. En ég veit bara vel að það kom forvarnir fyrir hana. Það örugglega mikilvægt. Ég bara ekki að tala um sem þetta. Já, ég þekki kannski aðstöðuti. Ég er saman með þessu góða fólki sem hefur starfað í hlutverkasendir og Hugarafli út af þessum teymi sem vera að tala um að leggja niður út af breytingum innan heilsugæslunnar. Og ég ætla fyrst að segja að þau eru vinna frábært starf og gríðarlega mikilvægt. Og það verður mikil eftirsjá ef þau hverfa eða hætta. Því að það starf á báðum þessum stöðum unnið þannig að
sem vera leiðin í velferðarmálum, að virkja fólki þátttöku til að styðja hvert annað að hluta. Svo þurfum við að vera með fagleg inngrip og þetta stuðning þeim hætti. Við erum hérna alltaf í Breiðholtinu með geðheilsustöð Breiðholt sem sinnir í Árbænum sem verður fyrirmynd fyrir geðheilsustöð eða teymi í vestur hluta borgarinnar og svo kemur væntanlega þriðja teymi sem stefnumörkun á Alþingi, mjög ákveðin. Og hluta því var að færa þetta starf inn til heilsugæslu. Og Reykjavíkurborg kemur að þessu þróuðum þetta úrræði með heilsugæslunum Landspítalanum og fengur nýsköpunarverðlaun fyrir þetta. Þetta talið vera mjög heppnað og hefur leitt af sér að það fækkar verulega legudögum á spítalann. Fleira önnur en á heimilum. Allan hátt hefur verið góður árangur af þessu. Þannig að þetta finnst manni það erfitt þegar að vera að koma á framförum, breyta, að í leiðin ætla að fórna kannski góður úrræði í leiðinni. Ég veit að það hefur verið að virka vel. Þetta væri draumastaðan, að það er gripið í þetta með einhvers konar fjárveitingu til að viðhalda því góðu, því það er engin vanþörf á því að halda því mikið til góðu þjónustu. Núna það gæti öll að segja þessu spurningi því miður. Já, ég veit ekki, ég ákvað að breyta spurningunum svona svo við getum svarið. Hún snýst basically hvað er að gera til þess að bæta samráð við fatlað fólk á velferðarsviði. Ég hvað það að ganga. Þannig sem veikbróðsins. Eða bara það sem að vilja sagði. Já, við komum aðeins inn á það að við eigum ofta svona samráð og velferðarsviði félagasamtök og við velferðarráð og slíkt, formlegt. Ég þarf að skoða að það þarf að mun dýpra í þetta og það þurfum að verða til, þetta er bara að vera eðlilegur hluti af daglegum störfum sem er bara nánast afstaða sem tekur í stuðningi annað fólk. Að við erum að hverfa frá því að vera forræðislengjandi, stjórnandi í þjónustunni yfir í fyrst og fremst að vera styðjandi. Og fólk á að vera að fá þjónustu og þetta var líka sem Freyja var komin hérna áðan. Er þetta bara í þykjustunni eða er einhver raunveruleg breyting að eiga þessi stað í faglegu staði? Ég tel að við sem að framkomum við róttaka breytingu og ræðum að gera þetta og við það með alveg samráð, við taka langa tíma. Þetta er grunninn bara endurhæfing á störfum fagfólks í sjálfu sér að tileinka sér bara nýtt við. Margir hafa það. Mér stundum við mega líka mun eftir því að það er mörg jákvæð dæmi. Þess vegna þetta er að ganga mjög vel, eiga þetta samráð. Og að eiga svo samráð varðandi ákvarðanatöku í smál, þá þarf líka að skoða það í stóru sem smáu. Og þetta er alltaf, ég er bara að tala um það sem við erum að gera í framkvæmd þjónustu. Ég er ekki að tala um pólitík þarna. Stundum má segja að kerfið sé ekkert sérstaklega vant í eiga samráð og fagfólki. Og ég stefni oft að því að átta mig ekki á því ég var boðandi ekki styrna. Þetta er hérna mál sem þarf að auka meðvitund, endurþjálfa fólk, bæði stjórnendur og starfsmenn við að beita þá samráði. Þetta er mjög stór umræða, þetta er mikið gróðstæðis í dag og mjög aktuált mál. Við getum alveg ræðast þessu sviðu og hvernig þessu eitthvað. Það er eitthvað að sviða? Ég er bara að reyna mér að þegar að gera er að ég er að taka alltaf að nefna fyrir stafnara þess að það er Reykjavík og snúa fólknum sérstaklega og það þarf að endur varðaður. Það sem að fólk er í að minnsta afhengur á landinu og ekki minna það. Og svo það líka að skoða alla verkfælla og alla frá landi og við erum líka fólki líka og það skiptir máli til fólk samtökur og þarna alls konar. Að sjóra og að sé að fara og vera samþætta verkefni þannig að ástæðum. Svo það sem við drefum alltaf lítið og það er það að það þarf að ráða það í fólkstæðin.
að fatlað fólk líka að vera starfandi ekki í uppvaski bara einhver svona sýnisstarfi sem oft sem við heldur starfa sem sérfræðingar hjá Reykjavíkurborg, áhættusviði, á öllum þjónustustöðum þar sem að þekking þess nýtt til þess að bæta þjónustuna og í raunveruleika. Þannig til að tryggja þá þetta framlag, til að verða raunveruleika. Af því að við sjáum bara að við getum ekki gert þetta bara svona hóflækjum þegar maður skilur þetta á því og þarf að vera mjög struktúrerað af því við erum ekki góðir í þessu. Og já, þannig það svona kannski helst að fá bara þetta vandi samráð þegar líka að því báður að koma og langar að bregðast við því sem báður að segja áðan að við þurfum líka átt okkur á að þetta við háskóla, hún ekki símir og það þýðir það líka símaráði að við þurfum að passa á þverskurðu áhullum og það sé ekki svona stíðandi í því hver fæða eiga saman. Það skiptir líka máli á prófkvæmur á aðgangsframkvæmdum, fólkið ekki bara að reyna að nota hvít. Það var kannski. Og það líka verið svolítið máli. Og alveg varðandi það mikið að við séum ekki að fara á allum samfélag. Það langar mig líka að framsta það líka að gera kröfu á hagsmunum fyrir öryggissamfélagi og senda fatlað fólk á borðið. Og þess að ófatlað fólk samfélagið að setja á því. Það gengur ekki. Og við þurfum líka að því að það byrjum fólki sem tilheyrir ekki neitt kenningu og við þurfum fatlað í saman. Mjög ánægður að heyra Freyju tala fólk sem ekki með endilega sýnilega líkulega í samhengi þetta samfélag. Það er eitt af því sem ég ætla að menna sjá að gerðum og skafum og listi sem að hefur með að taka það. Það er áhugavert að minnast á það að það er litlu fyrir Alþingi breytingar á lögum félagslega aðstoð sveitarfélaganna. Það er náttúrulega samráð lögfest fyrir 3 hópa tiltekna, fátæka, aldraða, fatlaða og fattir samráðs við aðra jaðarhópa. Það er lægja og nú til þings og sveitarstjórn sína að þetta væri eftir og fleiri hópa lögfest líka. Og það þarf líka að vera alvöru samráð eins og sveitarstjórn. Og það er mjög auðvelt að taka það saman í eina setningu og við þurfum að meina það setningu. Ekkert okkur, án okkur. Ok, takk fyrir þetta. Ég veit að það voru fleiri spurningar í salnum því miður að þá er ég mjög ströng á tíma. Það er mjög mikilvægt að klára á réttum tíma. Þannig að ég náttúrulega þess að takka ykkur kærlega fyrir að koma og veita okkur þessar góðu og verklegu upplýsingar, mikilvægar í okkar vinnu sem við höfum framöndan. Og þakka ykkur fyrir að mæta líka og hlusta og spyrja góð spurningar. Takk.